Rannsóknarlögreglumenn kannast við það að þegar brotamenn eru úrskurðaðir í gæsluvarðhald með þeim sendur svonefndir vistunarseðil. Á þennan vistunarseðil eru færðar inn ýmsar upplýsingar um fangann og þær ráðstafanir sem gera þarf vegna hans í gæslunni. Síðast á seðlinum eins konar krossapróf þar sem merktur ýmis úrræði, svo sem hvort fanginn eigi að líða samskiptabann við aðra fanga eða utanaðkomandi. Upp á síðkostið hefur komið til tals að taka upp samsvarandi seðla fyrir ráðningar til RLR. Verði það fyrst skráða nauðsynlegar upplýsingar um starfsmanninn, síðan tækir við krossapróf þar sem merkt væri við hvort viðkomandi væri í algjöru fjölmiðlabanni, takmörku eða alls engu. Þetta síðastnefnda fyrirkomulag mun vera komið til vegna framkvæmda í fyrringarskyni. Enginn mun þó verið í algjöru fjölmiðlabanni en flestir eru takmarkaðir lestur eins blaðs, Alþýðublaðsins, sem mun vera næst lægsta stig á eftir algjöru fjölmiðlabanni. Bannstigin eru síðan stigminnkandi enda í algjöru fjölmiðlafrelsi og fá menn á því stigi jafnvel að lesa Morgunpostinn. Mjög fáir munu vera á þessu stigi og svo varlega er farið með blöð sem því tilheyra að þau eru brotin saman af loknum útgáfudegi og borin út úr húsi innanklæða. Með öllum bannað að lesa eiturpeysa. Þetta baki þessa er ákveðin saga að sumir virtust velja lengur en aðrir í kaffistofunni svona þegar fóru að halla undir tvö og lásu þar DVF og Morgunblaðið meira heldur en góðu hófi gengdi. Veistu nokkuð hvort þeir voru að lesa blöðin í kaffistofunni? Veit ekki. En höfðu ýmislegt annað að sýsla í kaffistofunni heldur en að lesa blöð. Benni veit allt. En ég á þetta til einhvers þegar einhvern fá að lesa þetta þannig að ég þakka bara fyrir komið. Hvar er forsöngvarinn sem ætlar að syngja Minni Karla? Eigum við standa upp fyrir Minni Karla? Konur eiga að standa upp fyrir Minni Karla. Hvar er forsöngvarinn? Hún er að koma. Hún er að brýna raddböndin. Þetta er nú mætt bókonuleg með svundu. Þetta henni. Stelpur, alltaf tilbúnar!